Góðan daginn, þetta Salvör Gissuradóttir og í þessari leksíu þá ætla ég að fara með þér í Google Sketsa númer 8 og þetta í febrúar 2012 og Google Sketsa þrívíddarr teikniforrit sem hægt að hlaða niður af vefnum og ókeypis og það auðvelt að teikna einföld hús og kubba og einingar í þessu forriti og þetta svona svolítið hugsað til þess að teikna upp heilar borgir og teikna þær upp þannig að það sé hægt að snúa þessu á alla enda og kanta að horfa neðan á og húsin líti út svona teiknuð alveg eins og það líti út í raunveruleikanum. En við getum líka notað þetta að mörgu leyti í sambandi við í svona menntatilgangi eða láta krakka, börn og unglinga búa til alls konar hluti í þrívídd í þessu forriti. Og þetta svona undirbúningur þá fyrir það sem að koma skal, þann heim þar sem að fólk verður að hanna hluti sem síðan verða búnir til jafnvel á vettvangi þannig að þú býr til þrívídda teikningar af einhverju hluti og snýrðánum fyrir þér og skoðar hann utan og innan í tölvu og síðan ertu jafnvel með þrívíddar prentara jafnvel í heimahúsi eða nálægt þar sem þú prentar út hlutin eða framleiðir hann sjálfur og það sem að þetta kerfi getur gert að við getum teiknað og við skulum taka sem dæmi að við teiknum einfalt hús með þaki og með útveggjum og með dyrum og gluggum og síðan ætla ég líka að taka sem dæmi hvernig við tökum módel svona það til kerfi sem heitir 3D Warehouse þar sem maður getur sótt einingar og sett inn í Google Sketsa líkanið sitt. Til dæmis, ef maður væri að gera hús þá gæti maður sótt einingu af glugga eða ákveðna gerð af hurð eða ef maður ætlaði að gera svona eitthvað umhverfi þá gæti maður svona sótt einingar, blóm eða tré eða þess áttar og við þyrftum ekki alltaf ef við værum að búa til hús þá þyrftum við ekki alltaf að búa það til svona alveg frá grunni og við getum sjálfbúið okkur til okkar eigin einingar og fjölfalda þær og nú ætla ég aðeins að fara í gegnum hvernig við förum á þetta svona algjör byrjunaratriði í Google Sketsa það númer 8 sem ég miða við því að það alltaf að koma nýjar útgáfur. Já, þegar við förum inn í Google Sketsa þá lítur þetta svona út. Þetta ræsi svona upp og það sem við gætum gert að við gætum skoðað þarna svona leiðbeiningar og lesið svona read tips and tricks og reference cards og svo framvegis en það sem við ætlum að gera að fara bara inn strax í kerfið. Start using Google Sketsa og það sem að gerist þá að við erum hérna inn í svona eins og þrívíddar kerfi og það ein manneskja þarna sem stendur og hún svona eins og viðmiðunarpunktur fyrir okkur og það sem við skulum gera að búa til aggalítinn svona kofa fyrir aftan hana og meðan þá skulum við læra á verkfærin sem eru þarna fyrir ofan. Og eitt verkfæri, fyrsta verkfæri sem við skulum læra á, það rectangle, það ferningur, ferhyrningur. Og ef ég smella á það verkfæri, smella á ferhyrningin og fer svo, ég ætla bara að vera hérna við grænu línuna, það eru 3 línur, það semst upplínan blá og síðan svona ein rauð og ein græn. Það vera hérna við grænu línuna og teikna svona eins og já, ég glemdi, ég ætla bara íta á að fara hérna og segja undo. Þegar ég teikna í þessu kerfi, þá það
oftast nær þannig að ég þarf ekki að draga neitt. Ég þarf að smella það sem ég vil byrja, smella einu sinni og síðan bara færi ég músina, held ekkert niður í músina neitt svoleiðis, svo smelli ég aftur. Og þá kemur ferningur, en það getur að hann svona í þrívídd. Þetta svona hús sem er mjótt aftur og virka minna það sem fyrir aftan, af því að það í þrívídd. Og síðan náttúrulega að kynna fyrir ykkur næsta verkfæri, og það svona eins og svona kassi með svona upp, púl, og ef ég fer nú í ferningin, smella á ferningin og smelli, held svo, ég þarf ekki að halda niður í músinu, held fer ég bara upp og smelli svo aftur, að þá komið hús eða svona kassi í þrívídd. Og nú skulum við fara í hvernig við svona verkfærin til þess að hreyfa okkur til, og það nokkur, það sem sagt maður getur súmerað út og inn hérna með að fara hérna upp og niður, vel hérna súmverkfærið, og síðan hendin, þá fer ég ekki að eða frá, heldur hreyfi ég mig bara í plani svona. En svo það þetta verkfæri hérna sem heitir Orbit, og þá get ég snúið þessu á alla enda og kanta, og þá ég bara að horfa á þetta, ég get jafnvel að horfa á þetta neðan á. Og það getur vel verið að ég verði að gera það, en ég ætla að biðja ykkur að athuga það að það mjög þægilegt og eiginlega útiloka annað en að vera með mús þegar maður að nota þetta kerfi. Þegar á músatökkunum, ef ég er með músatakka með 3 nöppum eins og ég nú með PC-vél núna, þá get ég notað miðjutakkan á músinni sem hjólið með að fara svona fram og tilbaka. Og ef ég held í niðri, þá fer ég svona. Ef ég held músatakkanum niðri, þá fer ég svona. Þannig að þá ég fljóta að fara tilbaka og súma og pana og allt þetta. En það sem ég ætla að gera núna að ég ætla að lyfta þakinu, hafa svona hallandi þak, og þá ætla ég að velja blýantinn, og þá ætla ég að fara hérna og fara á þessa línu hérna á þakinu og sjáu þið að það kemur, þegar ég komin á miðja línuna, þá stendur midpoint og svo verður þetta blátt, bara á einum stað verður þetta blátt. Ef ég smelli þar á, fer svo á hinn stað á strikinu og passa mig að sleppa því ekki fyrir að ég komin á miðjupunktin þar, hinum megin líka, þá ég búin að skera þetta alveg í 2 parta. Og það sem ég ætla að gera að ég ætla núna að lyfta þakinu. Ég er búin að skera það við miðlínuna, og ef ég hef verið alveg í miðlínunni, þá get ég smelta á línuna og lyfti upp, og þá lyfti ég þakinu. Og þetta nú bara orðið dálítið gott, og það sem ég ætla að gera núna að ég ætla að gera glugga. Ég ætla að gera hérna 2 glugga hérna megin, hér á þessar hlið, og svo kannski fyrir 4 hérna. Og ég hérna með ferningin, ég smelli svo hérna einu sinni, svona, og ég ætla nú kannski að gera þetta aðeins svona flottari glugga. Ég ætla að velja hérna þetta verkfæri hér, offset, því að ef ég geri það, offset, þá kem ég svona aðeins svona inn í, sjáðu þið. En það sem ég ætla að gera núna að ég ætla að hella einhverju svona, ég ætla að gera svona svo gegnsæja þennan glugga. Og þá smelli ég á málningafötuna, og þá kemur, þegar ég smelli á málningafötuna, þá kemur svona materials, og þá ætla ég að velja hérna materials translucent heitir það.
það er ágætt fyrir, og þá ætla ég að velja hérna það sem er gler og hella hérna í þennan flöt. Sjáðu, ég ætla aðeins að súmmera að og ég gera það bara með því að halda niðri á músinni. Nú það sem ég ætla að gera núna er að ég ætla að velja hérna select verkfærið og velja allan hennar glugga. Þannig ég er búin að gera 1 glugga, bara nokkuð ánægð með hann og ég ætla að velja hann allan. Ekki bara eitt strik í honum. Og núna ætla ég að halda niður kontrolltakkanum og velja þetta verkfæri hérna sem er move, hérna uppi, move, hérna við hliðin á þetta push pull verkfæri, move, og held niður kontrolltakka til þess að fjölfalda gluggan og fá eitt svona alveg nákvæmlega eins glugga. Og svo smelli ég bara á held ég shift til að, já, mér minni það til að festa þetta. Þannig er ég búin að fá 2 alveg eins glugga og nú er kannski sniðugt að ég fari, já, kannski að gera hurð líka þarna, eina hurð. Þá ætla ég að gera hurð hérna þetta, kannski aðeins að hafa hurðina svona inn. Og svo er eitt svona mjög sniðugt í þessu er að ef að ég fer á strókleðrið og þurrka þetta hérna neðsta, þá er ég búin að gera þannig að það er sko ekki einu sinni, það er ekki hurð, heldur er það svona ég sé inn í húsið og ég ætla nú bara að hafa það þannig núna, svo get ég kannski sett á hurð á seinna. En það sem ég langar til að gera er að mér langar til að setja eitthvað svona tréverk eða eitthvað á þessa hlið. Og þá ætla ég að velja hérna, fara hérna í paint, hérna málningafötuna og ég ætla að velja núna eitthvað, já, hvað á ég að velja, tréverk eða, já, steypu, kannski ég seti bara steypu á þetta, hvernig væri það? Það er svolítið grámiklulegt en ég ætla að gera það svona bara til þess að prófa, kannski fæ mér eitthvað svona plöntur og til að gera þetta svona fjörlegra. En nú þarf ég aðeins að skipta verkværi, fara hérna í þetta verkværi sem héti hérna Orbit, til þess að nú þarf ég að snúa þessu svolítið fyrir mér til að ég það bæna súmmer aðeins frá og ég þarf að snúa þessu svona aðeins svo ég hérna geti séð þessa hlið hérna, þetta er nú ansi langt og geti nú kannski einhvern veginn breytt þessu húsi. Það er svona aðeins, það er orðið svona langhús hérna hjá mér, sé ég. En ég ætla að setja svolítið af gluggum hérna á þessa hlið, hérna. Og ég ætla að fara hérna og gera 1 ferning og ég ætla bara að gera 1 glugga. Ég ætla ekkert að núna í augnablikinu, ég smelli bara einu sinni og kannski hafa það bara svona svolítið stóra og þessar, já, svona kannski. Og ég var nú að hafa þetta bara eins og hína gluggana, að velja aftur þetta verkfæri hérna sem að gera svona og síðan að fara hérna að gera það svona gegnsæja og þá er ég búin að gera svona eins glugga eins og ég var með þarna áðan og nú ætla ég að afrita hennar glugga. Þá fer ég hérna í þetta fyrsta sem er svona select hérna örinn og ég fer með músinni yfir allan gluggan þannig að þessi örugglega allur valinn. Og það sem ég gerir svo til að afrita er að halda nú kontroll og fara, já, byttu, nú gerði ég vitleysu, ég valdi allan gluggan, síðan verði ég að passa mig að velja hérna move, hérna uppi, það sem er svona, hérna örvar í allar áttir og held svo niður kontrolltakkanum og dreg svo þennan glugga, eitthvað var þetta nú ekki að heppnast hjá mér, þannig ég ætla bara að segja undo copy og taka þetta aftur svona, halda niður, velja þetta, halda niður kontroll
og draga í þessa átt og aftur að draga því ég ætla að fá eins glugga og sjá það að þeir minnka aðeins þegar maður er komið aðeins lengra því að þá er maður komið lengra frá. Þetta er svona, þetta er ákaflega langt og mikið hús hjá mér, svona langhús eitthvað, bara nánast eitthvað blokk og það er bara endalausi gluggar hérna og ég ætla að láta þetta nú bara nægja, sko, þó það er svona kannski bara sé ekki alveg að passa reyndar. En ok, ég þurfti nú að festa seinasta gluggan. Ok, þá er ég búin að því. Já, og nú var ég eitthvað að, ég ítti nú bara Escape ef þetta fór eitthvað á flegiferð hérna hjá mér. Nú langar mig til þess að setja svona líka eitthvað á þessa hlið og brikk og ég geti séð hvað ég geti sett kannski aðeins bara svona til að sýna ykkur möguleikana og að setja þetta aðeins öðruvísi á þessa hlið. Sjáðu, þetta er múrsteinn á þessari hlið og síðan ætla ég að setja ykkur þakefni og þakefni rúfing hérna og segjum að ég setji svona þaksteina. Þá er ég búin að setja þakefni hérna og það sem að ég er búin að tekja þetta bara frá hérna og fer hérna aðeins í orbit og svona snýja þessu fyrir mér og zoomera svona aðeins frá og ég er nú alveg nokkuð ánægð með húsið. Ég ætti nú kannski að gera eins hinum megin og ég ætla nú ekki að gera það núna en það ætti að vera allstaðar. Ég get alveg, nú er ég ekkert að teikna bara framan á húsið því að þetta er svona þá að ég gera hús sem er sko alveg sama hvernig maður snýr því. Það er ekki bara, þetta er ekki bara framhliðin, heldur er það allstaðar. Þannig að ég ætti að fara og setja glugga líka á, ég er nú vel að vissum að ég get svo sem afrita gluggana en ég ætla að setja glugga líka hérna megin og ég geri það nákvæmlega á sama hátt. Ég gerði glugga hérna og svo fór ég og valdi þetta hérna, svona, svo það væri svona. Svo fór ég hérna í það sem heitir translutent og valdi hérna, já, málningafötuna. Nei, þetta fór verð. Ég ætlaði nú auðvitað geta að setja þaksteina hérna. Heldur ætlaði ég að setja hérna að það væri glugginn hérna. Og nú ætla ég að velja þennan glugga hérna og velja hann, halda niður Ctrl og velja gluggan. Nú gerði ég ykkur smá vitleysu, það kemur fyrir. Maður getur alltaf sagt Escape og svo getur maður farið og sagt Undo, Edit og Undo í þessu forriti. En ég valdi gluggan, smelti svo hérna á Move, hreyfiverkfærið, held niður Ctrl og síðan er ég semst að fjölfalda hérna glugga. Það gera alveg hellinga gluggum. Já, hvað er ekki að sjást í gegnum? Þetta er svo gagnsætt húsið að ég held ég sé að sjá í gegnum gluggana hinum megin. Og ég geti meira sé að farið, já, ég gerði nú ykkur að vitleysu þarna, ég bara að hætta akkurat í augnablikinu. Ég er semst að sjá, kannski ég hafi bara ekkert fleiri glugga þarna. En ég er semst að sjá, það er ekkert sem segir að ég þurfa að hafa nákvæmlega, gerði ég ykkur að vitleysu. Ég ætlaði að fara hérna í það sem heitir orbit og skoða þetta, sjá það að ég sé hérna megin gluggana. En nú ætla ég að þekja þessa hliðar líka sem ég átti eftir að gera og kannski hafa þeir aðeins öðruvísi. Býtum við, kannski hafa þessa hérna svona, bara svona til að sýna hvernig ég geti haft þetta öðruvísi.
Svo ætla ég að segja hérna orbit og snúa þessu við og mér finnst það nú dálítið tónlegt að sé ekki allavega einn gluggi hérna á hér, kannski 2 og ég var nú búin að læra hérna ágætlega að gera þessa glugga þannig ég ætla bara að gera hann eins og ég vön. Þess að gera hann svona og hafa hann alltaf í þessu sama og nú ætla ég að afrita þennan glugga og sjá það að ég alltaf að fara að sjá það sem inn í húsinu. Ég afrita þennan og afrita gluggan svona, smelli svo move, held niður control og smelli svo á gluggan sem ég að afrita. Ég hef nú eitthvað gert eitthvað vitlaust því að þá allt í henni var allt húsið gangsætt hjá mér. Ég ætla að vita hvort ég geti ekki gert þetta aftur. Ég ætla bara að afrita þennan glugga, smella á move, halda niður control og afrita gluggan, ekki neitt annað. Já, ég nú ekki alveg, þetta eitthvað að ekki að heppnast hjá mér, þannig að ég ætla bara að hafa einn glugga hérna hjá mér. Svo ég þurfi nú ekki að vera að finna út hvað það var. Ég ætla að hafa þetta bara stál hérna megin í húsinu. Nú ég orðin bara nokkuð ánægð með þetta hús. Ég ætla að snúa því við og súmera út og inn og sjá þetta ekki allt í lagi með það. Þetta bara svona einfalt hús og ég get nú bara vist það svo sem núna en mér þætti skemmtilegt að það væri kannski einhverja fleiri manneski, jafnvel einn bekkur hérna fyrir utan og hugsanlega bara eitt tré og svoleiðis. Væri svona fallegra, það ekki? Og ég tek reyndar eftir einu, sjáðu manneskjan sem þarna, hún ekki í þrívídd. Þetta svona dúkkulísa sem þarna, hún í tvívídd. Þannig með sum módelin sem í þessu kerfi. Þau eru svona flest þrívíddarmódel en það getur líka verið svona tvívíddarmódel. Já, og það sem ég ætla að gera núna að ég ætla að sækja svokölluð, ég ætla ekki að fara að nota þetta meira, ég ætla bara að slökkva á þessu. Ég ætla að fara hérna og sækja get models. Og þá getur maður sótt svona alls konar einingar sem eru hérna í 3D warehouse og ég ætla að segja til dæmis hérna bench, það svona bekkur. Ég ætla að fá mér eitthvað bekk, eitthvað kannski bara mjög, ég alveg sama hvernig bekkur, það alveg 10 blaðsir, alls konar bekkjum og ég var nú að hugsa bara eitthvað svona mjög einfaldan úti bekk. Og hver nú einfaldastur? Þetta ekki bara mjög einfaldur bekkur? Og ég ætla að segja bara download, taka bara þennan. Yes. Og þannig komið bara þessi bekkur. Og ég ætla bara að setja hann hérna fyrir framan húsið, þennan bekk hérna. Og hann nú alveg, svo sem alveg réttri stærð. Og ég ætla að ýta hérna á hægri músatakka til þess að festa þetta og nú ætla ég kannski að fá mannesku sem situr til að vera í stað, nú aðeins fyrir hérna ég ætla að fá mannesku sem situr á bekknum. Ég ekki að segja að þetta sé neitt samfærandi hjá mér, þannig að ég ætla að fara og sækja hérna, hvað að segja, people sitting ætla ég að prófa að segja. Veit hvort ég fæ ekki eitthvað sitjandi mannesku. Jú, fullt af sitjandi fólki og ég ætla til dæmis að velja bara þetta hérna, sitjandi kona og ég segi download model. Já. Þá kona komin en hún bara alltaf stór, eða svona ekkert alltaf stór en hún of stór, svona miðað við bekkin og miðað við húsin og allt. Og það sem ég þarf að gera þá,
þið sjáu það þó hún er náttúrulega stækkar ennþá þegar ég kem með hana svona framfyrir en hún er líka aðeins og stór. Ég þarf aðeins að minnka hana. Ég ætla aðeins að hafa hana hérna fyrir utan og með í minkana því að hún er svona, þessi módeli eru þannig að þau eru svona þrívítar módel, svona, þetta eru svona einingar og það sem ég gerið, ef ég vil minnka svona, ég hef sótt þetta, það er ég bara smelli á þetta þannig að ég fæ svona fæ þetta svona eins og inn í þrívítabóksi og smelli svo á S og þá viti menn leið og ég smelli á S sem er fyrir size þá kemur þetta allt út í svona litlum svona grænum svona punktum eða svona ferningum og ef ég toga þá nú sundur og saman þá get ég minnkað þetta og svo smelli ég bara fyrir utan og þá er þetta ekki og svo ætla ég að smella hérna á move og fara og færa konun á bekkinn já og þá uppgötaði ég náttúrulega eitt að ég var búin að minnka þetta of mikið þannig að ég ætla að fara núna aftur og segja S já aftur og S og stækka þetta örlítið og escape og fara svo og ég ætla að taka bekkinn, færa hann eitthvað til dæmis hérna og setja konun á bekkinn og fyrir framan húsið og nú er þetta nú svona alveg alltaf koma, ég er ekki að segja þetta við bæst neitt mikið við, þetta er svona meira að fara að líta á þessu hlama, ég geti bætt við fleira fólki ef mér finnst það en það væri kannski svolítið sniðugt að hafa svona tré eða eitthvað aðeins líflegra í kring og ég ætla að fara hérna í Google Warehouse og fara og segja hérna bara tree og ég ætla að fá mig bara þetta fyrsta tré sem ég sé og segja bara já, hlaðaði bara beint inn, þetta er greinilega eitthvað risastórt nei, þetta er ekki svo stórt ég ætla að setja þetta tré einhver staðar hérna svo aðeins svona lífgu upp á ég þurfti nú svona kannski ekkert að breyta sjáðu leið og ég færi það framar þá verður það stærra mér finnst ég ekki þurfa að breyta stærðin á þessu þannig að ég er nú ekkert að gera það neitt íti bara á Escape og festi það einhver staðar en ég ætla að fá mér þá bara eitthvað af því að ég þurfti nú ekkert að gera við þetta þá ætla ég aðeins að sína meira ég ætla að segja bara plant hvað segja pottaplöntu kannski svona til að hafa fyrir framann pott plant sjá hvort að ég er ekki með eitthvað hérna eitthvað svona sem ég get haft fyrir framann húsið kannski bara þetta hérna og yes ég hafi þetta bara þá á bekknum bara og ef þetta hefði verið eitthvað of stórt eða lítið þá hefði ég getað sko stækkað eða minnkað býtum nú við ég er að hafa þetta bara hérna fyrir framan húsið og mér finnst þetta einum á lítið þannig að það sem ég gerir til að stækka þetta þegar ég smetla á S og þá verður þetta allt í einhverju svona grænum kossum og nú geti ég líka fjölfalda þetta ef ég vildi hafa svona alveg eins blóma hinum yfir dyrnar og það getur nú verið svolítið svona erfitt að ég þarf kannski að stækka mig upp sem ég vildi fá annað svona það sem ég geri það er að ég vil hérna þetta move merkværi held niður control og smelli hérna á þetta hérna og dreg þetta svo og þar sem ég vil hafa hitt og þá er ég komið með tvennt og ég get semst alveg haldið niður control og dreigið þetta sem ég vil hafa þetta ef ég vil hafa segjum ég vildi hafa þetta hérna og allt út í ykkur blómum hérna
sem er kannski ekki svona samfærandi að þetta sé allt eins, en þetta svona sýnishorn. Nú ætla ég að vista þetta og ég geti nú sett eitthvað meira á þetta, en ég ætla bara að vista þetta núna og þá segi ég File og Save As. Já, svo vista ég þetta hérna, ég ætla að vista þetta hérna hjá mér í möppu og kalla þetta til dæmis hús 1. Ég veit ekki alveg hvort það með verið íslenski stafir, það stundum vissin, en kannski má það alveg. Og þá þetta svona svo kallað SketchUp model og þá þetta, það fær endinguna .skp. Þannig að ég verð að opna það í SketchUp og ég ætla að segja hérna Save og það á því formi sem að skila. En ég ætla aðeins að sjá hvort að við getum ekki tekið þetta út í export í einhverju öðru formi til að hérna skoða þetta öðruvísi. Sjáum það er til import og svo er líka til export. Og export to 3D graphics, 2D graphics, það er svona í tvívíðu. Og það er nú væntanlega þannig ef við ætlum að prenta þetta út til dæmis, sem við erum að gera, þá verðum að taka þetta bara þá hættir þetta að vera þrívítar. En það er bara að við ætlum að prenta þetta út á tvívíðan pappír, sem að pappír er náttúrulega. Já, og sko ég hérna vista þetta bara með Save As og þá vistast þetta á þessu formi sem að Google SketchUp er. En ef ég vil fá þetta þannig ég geti notað þetta í ritvinnslukerfi, prenta þetta út bara á tvívíðan pappír, þá get ég tekið þetta út bara sem mynd og þá get ég farið svona í kringum það eins og inn í kerfinu sjálfu. En þá segi ég export og þá get ég tekið þetta út sem PNG mynd og ég get líka tekið þetta eins og JPG eða þá þetta eru svona þessi 4 form og PNG er langsamlega best. Þannig að ég myndi segja export svona og nú í sambandi við ef ég þarf að vista þetta til þess að geta tekið þetta inn í ritvinnslu og þess áttar og þá get ég sagt export, en á sama hátt get ég líka sagt import og get tekið inn í kerfið, ég get tekið inn í kerfið alls konar skrár, Photoshop skrár, TIFF, PNG, JPG og svo framvegis og Google Earth. Ég get líka tekið gögn úr Google Earth og sett þarna inn í. Og ég gæti tekið líka, ég er bara svona að sýna ykkur sem dæmi að ég er hérna til dæmis með ég var hérna með ég ætla að taka þetta bara svona sem eitt dæmi. Þetta er nokkuð ekki að koma neitt flott út. Já, það kemur hérna. Ég ætla að prófa að taka, ég ætla að henda þessu út, bara cut og fara að taka annað inn. Já, ég ætla aðeins að sjá hvort ég geti tekið hérna einhverja bakgrunna og nota þá inn í, til dæmis hérna er bakgrunnur svona bárujafn og segjum að ég ætla að athuga hvort ég geti notað, sjá það er hérna, ég get taka hérna við use as image eða use as texture og ef ég segi use as texture þá get ég notað þetta hérna, þetta er sem ryðgað bárujárn, þá get ég notað það sem svona, þess að setja það bara hérna, ég veit að hvort ég get ekki fyllt eitthvað flöt af svona, ég ætla aðeins að prófa það, þá er ég hætti hér,
sem er svona útihús og þetta er svona, ég ætla að vita hvort ég geti smelt hérna á og nota þetta eins og textjur. Þegar ég kom inn þá semst ég með einhvern flöt valinn, svo smelli ég hérna á og þá ég bara að það heppnaðist að nota þetta og með heppnaðist þetta ekki með hitt, þannig að ég ætla að undo paint og ég er búin að sjá ef ég fór hérna og sótti bárujárnið sem ég var með hérna, ryðgaði bárujárnið, þá var það komið hérna inn hjá mér, semst og metal og þá get ég farið og sett hérna, semst ég gerði hérna ryðgan bárujárn hérna við hliðina og ég bara svona að sýna ykkur hvernig maður gæti og við skulum aðeins vera að og skoða þetta. Sjáðu, þannig að ég gat nota mína eigin áferð líka og ég hefði geta líka sett svona til að flækja þetta ennþá meira, þá hefði ég geta búið til eitthvað svona jörð hérna undir og haft hana í einhvers konar gras eða svona möl eftir hvað mér þætti eiga við. Og þetta sést sko þegar ég stækka þetta upp, þá sést hvernig þetta og ég sé reyndar að ég þurft að laga þetta aðeins sko, hún ekkert alveg á bekknum þessi kona hérna og það reyndar eitt sem að ég verða að gera, ég verða að læsa saman einhverja svona hluti til þess að sko sé ekki alltaf að hreyfast svona í sitt hver áttina. Nú ætla ég að prófa hvort ég get ekki bara læst þessa 2 hluti saman. Ég valdi hérna 2 hluti og segði lock og þá ætla ég að vita hvort að það ekki þannig að ég geti bara ef ég semst hreyfi þá fram og tilbaka núna að þá að ekki semst konan að vera stór og að haldast á svona sama stað. Og nú ætla ég bara að vista þetta, ég var búin að vista þetta áðan og ég ætla bara að segja save aftur og nú þetta bara tilbúið og ég er búin með þetta verkefni.